Við erum unglingar gegn ofbeldi og erum hópur af unglingum á vegum samfélags- og stígamótna. Verkefnið hófst haustið árið 2018 og var það frumsýnt á samfestingunum árið 2019. Vegna COVID-19 var samfestingnum í ár frestað en þrátt fyrir það höfum við verið virk á Instagram síðu okkar @unglingar gegn ofbeldi. Ungur frumsýndi myndband sem við tókum upp í febrúar síðastliðinn sem hefði átt að sýna á ballinu. Við erum þó heppin að vera með góða tækni og getum því flutt ræðuna okkar í ár með óhefðbundnum hætti. Við viljum læra og fræða ykkur mörk, samþykki og hvað felst í því að mynda heilbrigð sambönd. Tölur sýna að 70% þeirra sem leita til stígamóta urðu fyrir kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur. Þessi tala geti lækkað ef að meira væri fræðslu mörk, ofbeldi og allt sem tengist kynlífi. Því krefjumst við þess að bættari kynfræðsla verði kennd í grunnskólum landsins. Við viljum að ungmenni fái þá fræðslu sem á við þau. Börn ættu að fá að læra frá ungum aldri kynvitund, mörk, samþykki og margt fleira. Því viljum við hvetja ykkur til að krefjast meiri kynfræðslu í ykkar skólum, því að saman getum við gert svo margt. Vissuð þið að flestir grunnskólar á landinu fá litla sem enga kynfræðslu? Finnst ykkur þið fá nóg af kynfræðslu? Það er ekkert aldurstakmark að því hverju verða fyrir kynfræðslu ofbeldi. Og ef engin kynfræðsla hvað eiga börn þá að gera? Þau vita þá ekki að þau mega alltaf segja nei, alveg sama hvað. Þau vita ekki að það er best að segja frá en ekki að fela það. Þau kunna ekki að bregðast við því þegar vinur segir frá og gera sér mögulega ekki grein fyrir því þegar þau brjóta á öðrum. Starfsfólk Stígamóta er alltaf tilbúið að taka á móti fólki sem hefur náð 18 ára aldri. Ef þú verður fyrir ofbeldi, segðu frá. Til dæmis skólahjúkrunarfræðing, kennara, námsráðgjafa, foreldri eða einhverjum öðrum sem þú treystir. Skömmin er ekki þín, við stöndum með þér.